Komið þið sæl. Ég vil bjóða okkur velkomin á 191. fundi sveitarstjórn Dalabyggðar sem haldinn á fjarfundi. Á dagskrá þessa fundar eru 7 mál og fyrsta mál á dagskrá er fjárhagsáætlun 2020, viðauki 3. Kannski rétt að fá bara Kristján sveitarstjóra til að fara yfir viðaukann. Já, takk Oddity og fundamenn. Þessi viðauki snýr að fjárfestingum eingöngu. Það eigum eftir að skoða rekstur í ljósi þeirra breytinga sem við erum þess ástand sem við erum að sjá og breytinga. Kemur kannski aðeins að því síðar. En þetta eru í fyrsta lagi 7, eins og kemur fram í viðaukaskjalinu, 7,5 milljón sem bætist við í fjárfestingu vegna fjarveitun. Og þetta upphæð sem stóð út af á síðasta ári. Það er að segja að við náðum ekki að framkvæma við lagningu fjarveitunar á síðasta ári vegna þess að við fengum ekki verktaka í verkið. Og þar af leiðandi verður þetta hluti af því verki sem þarf að vinna í ár. Þannig að þetta er alveg hækkun það vel sömu upphæð eins og afgangs í verkinu síðasta ári. Nú síðan 1,5 milljón sem kemur til vegna framkvæmda í Skarðsstöð eða viðgerða vegna skemmda sem eru þar á flotbryggjunni í óveðri núna í vetur. Og þetta sem sagt tvennt sem í tillögunni sem liggur fyrir núna, en ég vildi fá að leggja fram eina tillögu til viðbótar við þennan viðauka og að það yrði sett viðauki upp á 1,5 milljón vegna framkvæmda við sjóvörn við Ægisbraut. Og þetta umverulega sama dæmið eins og varðandi fráveituna. Þetta sem sagt fjárveiting sem var til staðar á síðasta ári vegna framkvæmda við Ægisbraut en framkvæmdir eru hins vegar bara núna í ár, þannig og það var þau mistök að þetta var ekki sett inn í fjárhagsáætlun þess árs, þannig að það þarf semst að bæta því við. Þannig að við erum þá með sem sagt 7,5 milljón í fjárfestingu í fráveitu, 1,5 milljón vegna viðgerð í Skarðsstöð og 1,5 milljón vegna sjóvarnar við Ægisbraut. Og það semst gert ráð fyrir því að þetta sé tekið af handbæru fé sem við eigum til að sinna þessu, en það kemur þá hins vegar út sem aukinn halli að lokum. Þetta sem sagt tillagan, en síðan langar við bara nefna líka undir þessum lið að við munum þurfa að skila, að það mun þurfa að gera fleiri viðauka. Það er að segja ef að lögum verður ekki breytt þannig að það verður bara veitt heimild til að taka upp fjárhagsáætlun sveitarfélaga. Það á bara eftir að koma í ljós, en annars þurfa að koma til fleiri viðaukar og það liggur fyrir að það tekjur sveitarfélagsins munu lækka. Við vitum ekki og erum ekki ennþá búin að sjá í gegn hversu mikið það verður, en svona það fer alveg eftir því hvernig sviðsmyndirnar líta út. En þetta gæti alveg verið 60 til 70 milljónir sem tekjurnar myndu lækka. Vonandi verður ekki þannig, en það svona, eins og segi, það fer eftir sviðsmyndunum. Við vitum, við erum búin að fá að vita þegar að framlög úr jöfnunarsjóði munu lækka og síðan þetta svona það sem óvissan kannski líka með aðrar tekjur. En þetta sem sagt mun þurfa að koma til umfjöllunar bara væntanlega núna í maí.
en frekar þegar myndin skýrist. Og þetta líka mynd sem við þurfum að reyna að skýra eitthvað áður en að ársreikningurinn verður afgreiddur núna á næsta fundi. Takk. Takk fyrir þetta, Kristján. Fleiri sem vilja taka til máls? Það kveður sér engin hljóðs, þá bara göngum við til atkvæða þennan viðauka sem er 7,5 milljón vegna fráveitu og 1,5 milljón vegna viðgerðar Skarðsstöð og 1,5 milljón vegna framkvæmda við sjóvörn við Ægisbraut. Við bara allir að skrifa hérna í athugasemdareitin. Sigga, er hún þarna? Ég sé ekki að hún sé búin að skrifa. Það er samþykkt með öllum atkvæðum. Þá er næst dagskrárliður 2, það er viðbrögð Dalabyggðar vegna heimsfaraldurs COVID-19. Og ég kannski fæ bara Kristján sveitarstjóra aftur til þess að fara yfir það mál. Já, takk. Þetta hefur verið til umfjöllunar á fundi sveitarstjórnar og sveitarstjórn tók þegar að ástandið var mjög alvarlegt afstöðu annars vegar varðandi það að kennsla á miðstigi yrði semst færð, nemendur á miðstigi myndi ekki lengur mæta í skólann og sömuleiðis var ákvörðunin að fella niður skólaakstur. Núna er komin auglýsing sem að ég veit að allir þekkja efni hennar þar sem að verður slakað á samkomubanni, markið hækkað úr 20 í 50 og jafnframt það sem svona stærsta breytingin í þessari sem verður núna frá 4. maí er að skólahald verði með eðlilegum hætti eins og það var sem sagt fyrir áður en þessi farsótt og aðgerðum vegna hennar fór á stað. Ég held að það er náttúrulega hægt að fagna mjög þessum árangri sem hefur orðið og það sé hægt að fara í þessa breytingu þó svo auðvitað verði áfram að fara varlega. Það er ekki, eins og kemur fram þá er gilda sem sagt koma aðra reglur til að gilda grunnskóla og leikskóla heldur en aðra skóla og samskipti milli fullorðinna. En þetta er sem sagt, þetta er veruleg breyting frá því eins og staðan hefur verið hér og þess vegna mikilvægt að þetta komi fram hér á fundi sveitarstjórnar. Fleiri sem vilja taka til máls? Ég kannski legg hérna fram, hérna með drög að tillögu. Vilt þú byrja, Kristján? Ég ætla kannski bara að fá að bæta þess við að þetta sem sagt svona varða sem fellur svona undir aðgerðir en snertir ekki kannski þessa breytingu þarna núna frá 4. maí. Við náttúrulega erum ennþá að bíða eftir leiðbeiningum hvað tekur svo við seinna í maí vonandi að það verði til þess að slaka á en við vitum til dæmis ekki hvernig verður hagað umgengni á tjaldsvæðum, við vitum ekki varðandi sundlaugar og þess aftur, þannig að það er ýmislegt sem kemur til skoðunar.
Og síðan sem að fellur auðvitað undir þessi viðbrögð, það er hvernig sem sagt sumarið mun þróast, til dæmis varðandi vinnuskóla þess vegna. Nú erum við búin að auglýsa eftir umsóknum í vinnuskóla og það verður áhugavert að sjá hvort að það verða fleiri umsóknir það heldur en það síðasta sumar og jafnvel frá eldri nemendum. Og það getur þá auðvitað haft áhrif á það sem tengist, sem við vorum að ræða undir dagskrárlið 1, að þurfa að endurskoða fjárhagsáætlun varðandi það líka. Þetta bara koma þessu að og svona til viðbótar við það sem er auðvitað stóra máli núna, sem er skólinn og skólastarfið. Takk fyrir það, Kristján. En hér eru allavega drög að bókun. Að samkvæmt auglýsingu heilbrigðisráðherra númer 360/2020 mun skólastarf, þar með talin skólaakstur, verða með eðlilegum hætti frá 4. maí næstkomandi. Sveitarstjórn fagnar þeim árangri sem náðst hefur með samstilltu átaki allra. Mikilvægt er að áfram verði gætt að smitvörnum og fylgt þeim fyrirmælum sem koma frá almannavörnum og sóttvarnalækni. Einhverjir sem vilja ræða þessa bókun? Það biður enginn orðið, þá skulum við bara ganga til atkvæða þessa tillögu. Hún er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Þá er hér næst mál númer 3 á dagskrá, það er fundargerð stjórnar dvalar- og hjúkrunarheimilis Silfurtúns. Það er fundur sem var haldinn 7. apríl síðastliðinn. Einhverjir sem vilja ræða þá fundargerð? Það biður enginn orðið, þeir sem geta samþykkt hana. Hún er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Þá er næsta mál á dagskrá, það er fundargerð byggðarráðs, fundur númer 243 frá 14. apríl. Einhverjir sem vilja ræða þessa fundargerð? Það voru 12 mál á dagskrá, við erum búin að fjalla áður hérna fjárhagsáætlun sem var eitt af dagskrármálunum. Það virðist enginn biðja orðið, þeir sem eru samþykkir fundargerðinni. Hún er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Þá næst dagskrárliður númer 5, það er fundargerð byggðarráðs frá 24. apríl, fundur númer 244. Þar voru 17 mál á dagskrá. Einhverjir sem vilja ræða þá fundargerð? Það biður enginn orðið, þeir sem eru samþykkir fundargerðinni gefið merki. Eða gefið merkis skrifi í spjallið. Hún er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Þá er hér til kynningar fundargerð dagskrárliður 6, það er til kynningar fundargerð Breiðafjarðarnefndar, það er fundargerð frá 17. febrúar síðastliðinn. Einhverjir sem vill ræða hana? Það biður enginn orðið. Og svo er þá líka hér mál til kynningar, það er dagskrárliður 7, en það er bréf frá forseta Íslands vegna opnunar Vínlandsseturs, en forseti hefði ætlað að vera viðstaddur opnun Vínlandsseturs sem hefur verið seinkað vegna heimsfaraldurs, en forsetinn sendir Dalabæ bréf með góðum kveðjum og sveitarstjórn
Ég held að við ættum bara að þakka forseta Íslands fyrir góðar kveðjur og við vonumst til þess að hann geti verið viðstaddur opnun Vínlandsseturs seinna í sumar þegar hún mun fara fram. Það er svona gaman að sketa að mér finnst þetta bréf mjög skemmtilegt. Þetta er ekki svona staðlað með hefðbundnu formi, það er að vissu leyti staðlað og handskrifað líka. En einhverjir vilja ræða þetta bréf? Það biður enginn orðið. Þá eru dagskrá fundarins tæmd og það má stöðva upptöku. Við munum síðan yfirfara fundargerðina.